En það einstaklega skemmtilegur maður á línunni hjá mér sem að vestfirðingur með meiru og önnfirðingur. Það Halldór Gunnar Pálsson. Góðan og blessan dag. Fjallabróður með meiru. Takk að þér. Hvað fjallabróðir eiginlega búin að starfa lengi? Hvernig byrjaði þetta allt saman, Dóri? Herðu, 25 ára afmæli mitt í garðinum hjá mömmu. Hann var eitthvað partí og nokkru félagi mínum gerði heiðarlega til að syngja fyrir mig ef ég man rétt fjarlægð og afmælisöngin með mjög svo slöppum hætti. Það var eiginlega bara frekar glata sko. Okay. En mér fannst frábær hugmynd að stofna kór úr þessum villisingum, þannig að ef ekki segja 8-9 ár eitthvað svo leiðis. Já, ég mikið búin að hugsa þetta síðan nú stofnaði fjallabræður sko, af því að ég er nú flætturingur eins og þú sko. Hvort að þetta ekki fara að koma eitthvað vestfirskan kvennakór? Jú, Dalalæður, ég er alveg búin að hugsa nafnið sko. Ég hef oft verið spurður af þessu. Dalalæður, gott nafn á svona kvennadeild fjallabræðra sko. Já. Þannig að hver þarna sem að lætur verða þessu, ég vísu hef komið fram með einum hóp á árshátíð einu sinni sem að kölluðu sér Dalalæður. Það var mjög skemmtilegt sko. Þú nú komið víða við líka? Já. En þið eru búin að vera að syngja eins og ég segi í þó nokkur ár og búið virkilega gaman að fylgjast með ykkur og þið hafa nú ferðast um landið og það er svo gaman að sjá að þar sem að þið eru að koma þá eru þið ofta að koma við á elliheimilum og öðrum stöðum. Já, það er svona regla hjá okkur. Ef við komum á okkur nýjan stað þá förum við í soundcheck og svo förum við niður á elliheimili og syngjum. Það er lykilatriði sko. Það er með til myndband af ykkur þar sem að þið eruð einmitt inn á einu slíku og maður er eiginlega bara bráðnaði sko. Er það myndbandi þar sem að Hjörtur Traustason er að syngja? Já, og það vill svo til. Já, það er einmitt á Ísafirði. Já, fyrir vestan. Við vorum þar og aldrei fóru suður og fórum upp á Hlíf þá? Já, nei, þetta var víst ekki á Hlíð, þetta var inn á spítalanum, það sem að gamla fólki var þar. Ég skilði. En það er hrikalega skemmtilegt. Ég hef nátt sagt á sögu, sko, við sungum einu sinni, þegar við sungum fyrst, hvað heitir Hraunborgir held ég, talar heimilið aldraðara í Vestmannaeyjum. Já. Við fórum fyrst þangað, sko, þá stóð einn maður upp fyrir og búin að syngja 1 eða 2 lög og klappaði alveg svakalega fyrir okkur og ég segi eitthvað svona, já þakka að kærlega fyrir vinnur. Já, ég er ekki að klappa fyrir þér, ég er að reyna að klappa þér niður og út, það er sem ekki háaði ykkur. En hann mætti árið eftir og var glaður, hann var ánægður að fá okkur. Já, en hvað þurfa menn að gera til þess að komast inn í kórin? Já, þetta er góð spurning. Er orðið pláss fyrir fleiri? Já, ég segi það alltaf, það er alltaf pláss fyrir góða menn. Og náttúrulega, það hefur alltaf verið skilyrði fyrir því að vera í fjallabræðurum. Það er að vera vesturingur, geta rakið ætti sína vestur. Og við erum náttúrulega lítil þjóð í stóru landi, þannig að það geta allir rakið ætti sína vestur. Með einhverju móti? Já. Eru ekki öll skild? Jú, einhverju leyti, hlýtur vera, svona einhver langt aftur í ættir svona á sömu stöðum. Nákvæmlega. En þriðja platan sem að þið eru að gefa frá okkur, Dóri, Hosiló, hvaðan kemur þetta nafn? Er það ekki kjólabúð á Selfossi? Nei. Mér var eiginlega, mér datti strax í hugun hvað heitir hún? Stelpa sem að margir hafa lesið barnabók. Já, nei sko Fíasól. Já, nafni kemur sko, það kemur fyrir í einu lagi á plötunni og merkingin þar, Magnús Þór hann á textan er sem sagt lítið kot eða hús eða heima. Þannig að, já, þaðan kemur nafni kemur úr kollinum á Magnúsi og merkingin er þessi, þetta er svona heima, þannig að, já, þaðan kemur það. Það er nú góð saga því að kannski heilt nýja lagi með Ljótu Hálfvitanum sem heitir Hosiló og þeir eru að gefa út plötu núna og ég fekk alveg áfallir, ég sá nýja lagi með þeim Hosiló, ringdi í þá og bara stráka hvað á platan ekki að heita. Já, hún á að heita Hosiló. Nei. Þannig að við náðum samningum Fjallabræður og Ljótu Hálfvitanum og Fjallabræður fengu að nota nafnið, við vorum aðeins og undan. Hún er tilbúin með coverið.
Já, það er nú ágætt. Já, En þetta bróðarni. En þið skrifið í rauninni inn á neti að þessi plata sé búin að taka svona smá tíma. Já, búin að taka svona tíma. En það er bara það búið að vera svo gaman hjá okkur. Það er búið að vera svo mikið að gera. Bara þjóðhátíð og taka upp eitt þjóðlag út allt land með einhverjum 30.000 þáttökundum og spila upp Kveipin og Krappin. Og það var einhvern veginn aldrei hægt að segja nei við því, en svo skemmtilegum verkefnum, þannig að fyrir nokkru mánuðum þá bara tekin ákvörðun, ok, nú klárum við hana. Kanntu einhvern tímann að segja nei, Dóri? Nei, já, rosa verið með Svona að því sem ég þekki að þér allavega, það verður allavega allt mjög erfitt með það. Já, meðan stóð það erfitt. En þið ætlið að halda núna útgáfu tónleika föstudagskvöldi 27. nóvember í Háskóla Bíói. Já, við ætlum að gera það. Hvenær byrja herlegheitin? Þeir byrja bara klukkan 8. Já. Og búinir einhvern tíðan svona 7 morgunin, að vísu enda á öðrum stað, einhvern stað niður í bæ. Nú, já. Og þið lofaði sjálfsögur góðri skemmtun? Já, þetta verður dásamlegt. Hvernig er að stjórna svona stórum kallakór? Það er bara rosalega gaman, sko. Þetta er náttúrulega saumaklúbur, þetta eru félagar og vinnir og menn eru mikið saman í kringum svona verkefni og svo ferður upp á svið og það er alltaf svo margir og það er alltaf bara svona hópefli, sko. Og þegar menn treysta manni og gera það sem maður biður það að gera, það er náttúrulega dásaleg tilfinning. Já, nákvæmlega. Þegar menn fylgja manni. Það er svo gaman að líka að sjá hvað þið eruð í rauninni, þið vinnið allt saman í rauninni, eins og núna þegar þið voru að klára plötuna, að þá mætti bara fjölskyldan og allir að hjálpa stað. Já, margar hendur vinna létt verk. Það er þannig. En miðasælægin á tónleikan ykkar, hún er inn á tix.is? Já, hún er tix.is og þetta er ekki sölutrykja mér, en ég held að síðan að afskaplega fáið miðar eftir, ef ykkur eru eftir, þá gengið vonum framar. Já, sem að gefur ykkur góða afsökun til þess að ferðast um landi líka? Það er rétt. Við viljum fá ykkur á Suðurlandið, segja það hér með. Já, þá bara er það ákveðið að við komum á Suðurlandið og hún þurfum bara að finna út úr í hvenær það er. Já, nákvæmlega, ég tek allavega vel mót ykkur. Þá er það skjálfest. Það er skjálfest, hér með, fyrir á netið og allt saman. En ég ætla að spila lagið nýja frá okkur, Dóri, sem að heitir Það sem undir býr og þetta hvað er lag eftir þig og texti eftir Magnús Þór? Já, og Sveinbjörn Hafsteinsson, fjallabróðir, hann syngur forsöng í laginu. Þetta er ballaðan okkar, þetta er vangalagið okkar á plötunni. Já, mér finnst þetta afskaplega fallegt lag, þetta snart mig mjög þegar ég heyri það fyrst. Já, þakkaði fyrir, okkur þykir líka gríðarlega vænt þetta. Þið eru ótrúlega miklu snillíkar, það er bara þannig. Þakkaði fyrir sömuleiðis. Dóri minn, gaman að heyra í þér, ég tala bara við þér svona, við náttúrulega þekkjumst það vel. Hlökkum til að fá okkur á Suðurlandi og gangi ykkur innilega vel með útgáfutónleikana. Þakkaði kærlega fyrir og sömuleiðis. Alltaf fína, bless.